Komið sælar og blessaðar, kæru steingeitur. Þá komið að ykkur. Þið eru fyrstar af jarðamerkjunum til að fá þennan lestur sem varðar sambönd eða samskipti í ykkar lífi. Það getur verið ástarsambönd eða vinarsambönd. Eitthvað samband sem þið viljið skoða betur eða fá einhverja meiri upplýsingar og þetta eru spilin sem við ætlum að nota og þá skulum við bara byrja. Jæja, kæri steingeitur, þá eru fyrstu spilin ykkar komin á borðið. Hér sýnist mér eins og þið séu að bíða eftir einhverju. Bíða eftir niðurstöðum, bíða eftir svörum, ef til vill er þetta eitthvað sem að einhver staðar sem að þið eru búnar að vera í. Þið hafið ákveðið að opna á tengingar, opna á tilfinningar ykkar, tjá ykkur eða leita eftir sambandi við aðra manneskju, eina eða fleiri. Og síðan kemur þetta fallega jafnvægisspil hérna inn. Það getur bara táknað það að þið hafi orðið að finna eitthvað jafnvægi eða að jafnvægi hefur skapast út frá því að þið hafið ákveðið að opna. Hvað það er sem þið hafið verið að opna á, veit ég ekki alveg, en það er eitthvað sem að þið hafið svona haldið út af fyrir ykkur fram að þessu. En þið hafið verið að vinna í ykkur sjálfum og hafið staðið í ákveðinu svona sjálfskoðun eða sjálfsvinnu og það er ef til vill þetta sem að verið er að bíða eftir. Það að finna jafnvægi getur verið erfitt. Þetta getur verið tilfinningarlegt jafnvægi eða fjárhagslegt jafnvægi. Öryggi og fjárhagslegt jafnvægi skiptir ykkur miklu máli, kæru steingeitur. Og kannski er það einhver svör varðandi það sem þið hafið svona verið að vonast eftir sem hafa verið á annan veg en þið voruð að óska. Hinn aðilinn eða hinn manneskjan í þessari jöfnu hérna er ekki að taka á móti því sem að þið eruð að reyna að koma á framfæri. Við sjáum hérna manneskju sem að neitar að horfast í augu við hluti. Ef þetta er þú, þá eru þetta bara skilaboð til þín að opna og horfa bara, ég segi kannski ekki björtum augum, en horfa raunhæfum augum á hlutina í lífið þínu. Hérna er líka spil sem er mjög opið, sem heitir Spread Your Wings. Það er að segja, opnaðu vængina þína eða dreifðu úr vængjónu þínum. Þannig að það eru svona tvöföld skilaboð hérna að opna og að þenja sig út á jákvæðan hátt. En það hefur gengið eitthvað brösulega. Ef að þetta er hin manneskjan, þá er þetta svona ákveðin skellur fyrir þig að þú hafi verið að reyna að koma einhverju
áleiðis sem að hefur svo ekki, eða sem að hefur svo bara fallið í grýttan jarðveg eða það sem hefur komið að lokuðum dyrum. Og síðan hefur verið tekin bara hérna ákvörðun að snúa baki við þessu og halda áfram og reyna að finna einhverja meiri grósku eða finna eitthvað sem að hentar betur heldur en það sem er hérna. Það er ákveðin deyfð yfir þessum spilum og þetta eru mjög lágstemd spil, 3 tvistar hérna sem að er bara næst lægsta spili í stokknum. Þannig að þetta er eitthvað sem að hefur ekki almennilega fengið hljómgrunn eða hafið sér til flugs eins og það hefði getað orðið. En þér hefur samt tekist að finna einhvern stöðuleika í jafnvægi og ert ákveðin í því að halda áfram og reyna að finna eitthvað annað sem hentar þér betur. Þetta getur verið, þetta gæti tengst ástarsambandi. Þetta getur líka verið vinnutengt eða einhver vinátta sem ekki hefur gengið upp og það getur átt við á mismunandi hátt við ykkur, kæru steingetur. Ok, höldum aðeins áfram. Hér sjáum við einhvers konar samband eða tengingu sem að hefur í för með sér viðurkenningu, efnislega velsæld. Kannski er þetta atvinnutengt samband, einhver samvinna sem gefur vel í aðra hönd eða gengur afskaplega vel. Þetta gæti líka verið svona það sem við kallum platónskt samband. Það er að segja ástarsamband án tilfinninga, sem er meira bara eins og vináttusamband. Það hefur verið skrifað undir einhverja eiginlega eða óeiginlega samninga hérna og verkefnið hefur farið mjög vel af stað. Það er búið að planta ákveðnum fræjum sem eru núna bara að spíra og gefa af sér og það er ákveðin biðtími framundan. Á meðan að hlutirnir svona er að gerjast og þú virðist vera fullkomlega sátt við það, kæra steingeit, allavega flestar ykkar, því það er engin átök hérna og þessi spil eru álíka lágstemd og spilin sem voru áðan. Hérna eru 2 þristar og 1 tvistur í viðbót, þannig að þá eru komnir hérna 4 tvistar. Þetta er svona byrjun á einhverju góðu. 7 sem að báðar standa fyrir hreyfingu og breytingar. Breytingarnar eru hérna á þann hátt að ef til vill þarft þú svolítið að sýna hugrekki og koma þínum málum á framfæri í þessari samvinnu eða að hinn manneskjan þurfi svolítið að stíga niður fæti og svona láta ljós sitt skína til að aðri valdi ekki yfir hana. En það er vissulega biðtími framundan og líka þessi tími þar sem að þú þarft að velja vandlega hvaða leið tek ég núna. Nú er ég búin að fara hérna þessa leið í ákveðin tíma og hvert fer ég núna? Hvað ætli sé besti kosturinn fyrir mig? Þannig að hérna velja af kostgefni það sem er framundan og hvers skal halda. En þú mátt vera stolt af sjálfur þér, kæra steingeit, því að þú ert búin að skila árangri og þú ert búin að ná til fólks, ná til þess að þú ert að fá viðurkenningu og hrós fyrir það sem þú hefur verið að gera. Nú, ok. Þarna kemur ástin loksins inn og mér sýnist ástin
vera svolítið í klemmu á milli þess að þú hafir fullkomna stjórn og að þú sleppi tökum. Steingettin mjög staðfast jarðbundi spil. Nei, merki, segi ég, afsakið, sem að segja mér að þú sért svona frekar á þessum nótunum, að hafa stjórn í lífiðinu. Það það sem að þú vilt. Og það að vera í stjórnlausu ástandi eða ástandi þar sem að þú ert bara þáttakandi en ekki sá sem setur reglurnar. Það þér oft á tíðum mjög erfitt. Þannig að þegar að ástarsamband að ræða, þá ertu svolítið í lausu lofti. Því þú stjórnar ekki ástinni. Ef eitthvað þá það hún sem stjórnar þér. En hér allavega 2 aðilar, 2 manneskjur sem að hafa fundið hvor aðra og það þarf að finna einhvern milliveg hér til þess að þetta gangi upp. Á milli þess að sleppa tökum og fylgja ástinni, skulum við segja. Sleppa tökum á öllu gömlu sem að heldur þig niðri. Ef þú hefur einhverja klafa á herðunum, gamla tilfinninga bagga eða eitthvað slíkt, að sleppa þeim og líka bara að leyfa ástinni bara að leiða þig, skiljiði, þangað sem hún vill fara. Ég finn mótstöðuna. Ok, þetta verður kannski bara leksía, lærdómur fyrir þig, kæra Steingeit, sem bara gott mál. Allavega eru þið, þessi báðir aðilar, þú og hinn manneskjan, að fara að skapa eitthvað fallegt saman og þið náið hérna ákveðnum hæðum þar sem að ef við segjum að loka takmarkið ykkar til dæmis að fara að búa saman, þá mun það verða veruleika. Þetta getur líka verið að flytja til annars lands. Þetta getur verið gifting, þetta getur verið bara hvaða skref sem að fyrir ykkur dálítið stórt og mikið svona skref eða takmark. Þið eru að fara að ná því. Og þetta næst allt með tilstilli þess að sleppa tökum og hlusta á innsæið, innri röddina, andlegu tenginguna sem að báðir aðilar hafa. Að hlusta meira en að tala, að taka til sín skilaboð sem koma og svona melta þau bara með sjálfum sér og sjá hvað hentar ykkur. Ok, næsta skref. Aftur kemur jafnvægið upp. Rík þörf hérna fyrir jafnvægi hjá ykkur, kæru Steingetur, og auðvitað það náttúrulega bara við flesta og ykkur kannski sérstaklega að stöðuleiki skiptir ykkur miklu máli. Eitthvað óvænt og skemmtilegt kemur líka hérna inn með örlaga hjólinu. Eitthvað sem þið hafið enga stjórn á og ég get ekki sagt ykkur til hvað það Það kemur alltaf bara á óvart, eins og það á að gera. Einvera, ef þið þurfiði einveru einhvern tíma fyrir ykkur sjálfar, kæru Steingetur. Það getur verið bara dagleg stund, stutt, þar sem að þið hafið tíma til þess að íhuga og skoða næstu skref. Þetta leið margra til að íhuga
stöðu sína og draga sig út úr skarkala oft bara, getur verið bara mjög heillandi. Og það að vera í sambandi eða fara í samband, það getur auðvitað reynt á þennan tíma sem að þið hafið annars kannski haft út af fyrir ykkur sjálfar, og þá þurfið þið bara að reyna að komast að einhverju málamiðlunum, hvernig þið getið reynt að gefa ykkur sjálfum þennan tíma áfram, þó svo að þið séu farin að eyða meiri tíma með annarri manneskju. Ok, hér aftur verið að tala innsæið sem ég kom inn á áðan. Þið í raun og veru hérna með 2 innsæisspil og þetta í raun og veru sama spili. Þannig að það bara verið að herða bara á þessu að hérna hlusta. Þið sjáum hún með lokuð augun, hún að hlusta á skilaboð sem koma til ykkar. Ef til vill andlega tengingin ykkar að eflast. Kannski eru þið að fara að stunda einhvers konar andlega vinnu eða sjálfsíhugun. Það getur líka tengst þessu innveru spili. Svo hérna mjög sterkt spil keisarans sem að talar vald og stjórnun, og við vorum að tala hérna stjórnun áðan, það að stjórna eða sleppa tökum. Ef til vill þarftu svolítið að skoða, kæra Steingerð, hvar þú vilt vera við stjórn og hvers vegna. Það getur verið mjög jákvætt og þú ert kannski góður stjórnandi í þinni atvinnu og fleira, en það á kannski ekki alltaf við í öllum tilvikum í persónulega lífinu. Að vera bara meðvitaður, að vera meðvituð þetta og gefa þér tíma til að íhuga næstu skref í sambandi við skuldbindingu. Skuldbindingu með hinum aðilanum. Ég fæ alveg 2-föld skilaboð varðandi hvort að þetta sé ástarsamband eða atvinnutengt samband. Þetta gæti verið hvoru tveggja. Það getur líka verið 2 sambönd að ræða sem að skarast einhvern veginn. En mér finnst þessi skuldbinding, hún gæti átt við á báðum stöðum líka. Það er svolítið sérstakt. En ennþá eru spilin þín lágstemd. Það þýðir bara það, kæra Steingerð, að það er rólegur tími framundan, tími íhugunar, tími innveru, ef til vill. Tími þess að svona spá og spekulera frekar en að gera. En keisarinn er reyndar sem að talar að gera. Þannig að ekki að gera þá nema að hugsa málin vel fyrst. Þetta er svona pínu, minnst þetta pínu hérna skrítið þetta sem ég er að segja. En allt í lagi, við erum ekki alveg búin. Ok, næst það orkustöðvaspilin. Þriðja augað eða ennistöðin, andleg skynjun. Þú getur verið að upplifa, af því að nú kom 2-föld staðfesting hérna áðan varðandi innsæið þitt. Þú getur verið að upplifa öðruvísi en áður hvernig þú skynjar veröldina. Þú getur verið að fá skilaboð sem að
þér finnst ekki vera, hvað ég að segja, raunveruleg, skilaboða handan eins og sumir segja líka, einhvers konar skynjun öðruvísi en þú ert vön, kæri stengill. Þriðja augað þitt er sem sagt að eflast og það er það sem að geti hjálpað þér sem mest í gegnum þennan tíma sem framundan er. Það er þetta með innsæð og skynjunina, að láta það svolítið leiða þig og hjálpa þér. Síðan er það sólarplexusinn eða magastöðin held ég að hann sé kallaður. Þarna fyrir mér táknar hann eða sú orka það að dragast að því sem manni langar til að gera. Þannig að ef þú ert að hugsa um eitthvað atvinnutengt, að leyfa þér þá að dragast að því og leyfa þér að skapa, tengist líka sköpun. Já, þetta getur verið líka, að því ég tek þetta pínlítið þannig að þetta sé fyrir þig en þetta sé fyrir hinn aðilann. Þá getur verið að þetta sé orkustöð sem að hinn aðilinn þarf að huga vel að og efla og virkja á næstunni. Að þetta sé orkustöðin sem þú þarft kannski svona að spá í. Til þess að manni líði vel þurfa allar orkustöðarnar að vera í jafnvægi, skilst mér, þó ég sé ekki neitt sérstakur jógafræðingur. Ég veit bara það að margir sem eru andlega næmir, hvort sem eru sjáendur, miðlar eða þeir sem vinna með orkufólks, hjá þeim eru báðar þessar stöðvar mjög virkar oftast og nýtast við vinnuna. Ok, þú getur líka lesið meira til um þessar orkustöðvar einhvers staðar annars staðar, kæra stengill, en við erum ekki alveg búin. Ég tek hérna sitthvort spilið, eitt fyrir þig og eitt fyrir hina manneskjuna. Þessi spil eru svona frekar tengd inn á ást og rómantík eða sambönd heldur en eitthvað annað. Og ef að það á ekki við í þínu tilviki, þá skaltu bara horfa framhjá þessum skilaboðum, en þetta er það sem þú vilt segja við hinn aðilann. Þú vilt segja honum að þú laðist á honum og síðan er hérna vilji hjá þér til að bæði að daðra og deyta og ná einhvers konar tengingu, ná sambandi. Svo gæti hérna verið þriðji aðili sem gæti bent til þess að þú sért ef þið vill tengdur annars staðar. Eða hinn aðilinn sé eigi maka eða eitthvað slíkt. Því að hérna þið sjáið, þetta er nú svolítið svona kynja tengt sko á myndinni, þó að þurfi nú ekki að vera það. Ef þið vill ertu ekki tilbúin í neitt alvöru samband, ég var að tala hérna áðan um skuldbindingu, og þarna er ef þið vill þessi blöndun á atvinnu og ástarsambandi sem ég var að skynja hérna áðan, að það er einhver lína hérna sem að annar hvor ykkar aðilana er ekki tilbúin að fara yfir eða að þetta er það sem er búið að vera í gangi.
Seduction þýðir bein þýðing náttúrulega bara tæling. Og freistingar hérna líka. Þannig að ef að eitthvað svoleiðis í gangi þá segi ég bara farið varlega kærastengill og passaðu að hafa öll þín spil á hreinu og ekki taka þátt í neinu sem að kemur þér eða hinum aðilanum í bobba. Já, án þess að ég sé eitthvað að setja mig í eitthvað dómarasæti, þá myndi ég basically bara setja þetta samband á ís á meðan að þið eruð að finna út úr hlutunum. Það sem hinn aðilinn vill segja við þig, það er einhvers konar umbreyting í gangi, þetta er fuglinn Fönix. Ef til vill hefur þessi manneskja skipt skoðun og er tilbúin að endurnýja gömul kynni. Því hér talaðum renew og rekindle og síðan að þetta sé einhvers konar nýr fasi. Eins og þið vitið þá reis fuglinn Fönix alltaf upp úr öskunni aftur sem nýr. Þannig að þetta eru einhver skilaboð til þín það. Kannski er þetta gamalt samband sem hefur einhverja möguleika á að verða aftur á sambandi. Við skoðum 2 svona til viðbótar. Þú ert að segja hérna við hinn aðilann healing powers. Þú ert með þau tæki og tól sem þarf til að hjálpa öðrum í gegnum erfiða tíma, til að heila. Það getur verið á báða bóga. Þú ert kannski að bjóða fram einhvers konar aðstoð eða þér finnst að hinn aðilinn geti hjálpað þér. Og það er kannski þar sem hundurinn liggur grafinn að þið getið ef til vill báðir hjálpa hvorum öðrum. En þá er það þessi lína sem að þarf að gæta þess að fara ekki yfir varðandi samskipti. Hvað vill hann segja við þig? Mind the baggage, já. Hér er verið að tala að ef að þetta á að ganga upp, þá þurfið þið, ef til vill báðir aðilar, að losa ykkur við gamla bagga, gamlan farangur, þar sem að heftir ykkur eða hefur áhrif á stöðuna ykkar í dag og það er best þegar maður er að fara í nýtt samband að vera með hreint borð og taka ekki gömlu töskurnar með sér inn í það ef að það er möguleiki. Ok, kæra stengið, þetta er búið að vera svolítið sérstakur lestur, verða viðurkenna það. Og ég er búin að vera svolítið hikandi og ekki alveg vissum hvaða skilaboð eru hérna í gangi. En svona er þetta bara stundum. Þetta rennur ekki alltaf jafn ljúft. Og bara allt gott það að segja. Þú færð hérna að lokum, hjarta. Vonandi með jákvæðum skilaboðum fyrir þig. Og svona eitthvað sem að kemur inn á þetta sem við erum að tala já, kynlífstenging, að tengjast líkamlega, tengjast með kynlífi. Já, hver veit, kannski endar þessi tenging á þann hátt. Eða ef þetta er gamalt samband, eins og ég var að tala áðan, að það var kannski það sem að batt ykkur saman. Þú veist það kannski betur en ég, kæra stengið. Og
ef til vill þetta samband bara það sem að við köllum svona bara líkamlegt samband í raun og veru og ekkert annað. Enn og aftur svona svolítið skrítin skilaboð sem að ég veit ekki alveg hvað ég á að segja en þetta það sem að kom til þín í þetta sinn, kæra Steingerð, og ég vil bara þakka þér fyrir að horfa og hlusta. Vona að gangi allt í haginn, ljós og kærleikur.